Erum við tilbúin í aðra svona rússíbanareið? Erum við búin að breyta nægilega miklu í umhverfinu okkar, regluverkinu, eftirlitinu til þess að takast á við það að veita bönkunum aftur frelsi til þess að starfa kannski undir eðlilegri forsendum með þeirra að vera að gera undanfarin áratug? Stutta svarið já. Og það verður náttúrulega að segjast eins og að þessi áratugur sem við erum búin að vera í eftir áfallið hefur verið þetta óvenjulegur og það er ekki kannski alveg eðlilegt ástand að fyrirkomulega að svona stór hluti af fjármálakerfinu sé í eigu ríkisins. Þannig að þetta heilbrigð og eðlileg þróun að fyrirtækin séu svona farin að við séum að sjá þessar hreyfingar og að það sé áhugi á eignarhaldi í íslensku fjármálafyrirtækjum. Það sem það búið að breyta gífurlega miklu og mest af því sem hefur breyst eru atriði sem ekki bara á Íslandi og ekki bara í Evrópu heldur en allur heimurinn hefur verið í mjög hraðri lærdómskurfu að bregðast við og fyrirbyggja svona hluti geti gerst aftur og þá kemur gagnrýnin. Menn eru að fyrirbyggja áfall eins og það var, svo næsta áfall verður einhvern veginn öðruvísi og það allir á tánum yfir því líka. En ef ég má kannski nefna nokkur atriði sem hafa breytt mjög miklu frá þessum tíma sem að þú ert að rifja upp, að í lögum að þá komin þessar miklu eiginfjárkröfur sem að fjármálaeftirlitið þetta fylgir eftir og hefur valdheimildir til þess að gera kröfur Fyrir hrun þá var eiginfjárkrafan 8%, núna hún kringum og yfir 20% og af meiri gæðum og það eru takmarkanir á til dæmis varðandi tengdaaðila að það var erfitt að sanna að það væri verið að taka svona mikla áhættu með tengdaaðila. Núna búið að snúa sönnunarbyrðinni við í íslenskum lögum og síðan þessi klassíski freistnivandi sem stundum kallað sem að búið að gera mjög mikilvæga breytingar á. Það eru þrennt sem langar að nefna með það. Það eru þessar alræmdu kaupaukareglur. Það ekki vinsælt að það megi ekki greiða yfir 25% af áslaunum í bónusa í fjármálakerfinu. Það má gera það í sjávarútvegi eða einhverju öðru. Það mjög mikla takmarkanir á því hvað maður lána eigendum, stjórnendum, stjórnarmönnum og inn í fyrirtækjunum beint úr þessum sínu fyrirtæki og í þriðja lagi að það sem var mikið vandamál fyrir hrun að það var verið að lána til hlutabréfakaupa til dæmis í bankanum sjálfum með veð í hlutabréfum í bankanum. Fjármögnun á kaupum á eigin bréfum. Nákvæmlega. Þetta alveg harðbanna núna og við framfylgjum þessu alveg og fylgjumst með. Þannig að þetta eru mjög mikilvæga breytingar